vorum að nefna áðan að smástirni sem heitir 2014 DX 110, alltaf svo skemmtileg nöfn á þessu. Munu þeitast fram hjá jörðinni í kvöld í minni fjarlægð en tunglið. Takk fyrir það. Takk fyrir að hafa það, ætla ég að segja. Það eru 30 metrar í þvermál og sá sem veit kannski mest þetta og veit ansi mikið stjörnur og tungl og plánetur, hann heitir Sævar Helgi Bragason, heill og sæll. Sæll, veistu? Var þetta ekki rétt fyrir mér? Þetta var alveg rétt, það er í útlappasar. Það er alltaf svo skemmtileg nöfn á þessum steinum. Já, þeir eru fá alltaf nöfn sín frá bara dagsetningur þegar þeir fundust. Þetta er svona dæmigerð skráarheiti. Þetta er sem sagt árið sem það fannst, vikan og hálfvikan líka og svo bara tölunúmer líka. Þannig að þetta er svona blanda úr bara hvenær ársins smástirni fannst. Nákvæmlega. Þetta er kannski ekki nýtt á nánali. Þetta gerist ansi ofta að það fer smástirni fram í jörðinni en það er ansi nálægt núna. Já, þetta gerist nú bara nokkur reglulega yfir árið. Ég held að það sé svona kannski 20 sinnum árið eða svoleiðis ef ég man rétt. Sem að smástirni fer fram hjá okkur í svona innan við fjarlæginu frá milli jarðar og tunglsins. Sem er ansi nálægt. Það er svona hálfbreytt fram hjá stjarnfræðilega mælikvarða. Já. Þetta er svona 350.000 kilometrar og þótt að það tæki okkur cirka 3 daga að ferðast slíka vegalengd geimfari, þá er þetta ansi nálægt. Þá er þetta, eins og þú segir, lítil fjarlæg svona stjarnfræðilega séð? Já, þetta er mjög lítil fjarlæg stjarnfræðilega séð, en svona okkar mælikvarða er þetta náttúrulega mjög langt í burtu, sko. Já, þessi loftstirni, smástirni fer fram á jörðinni í kvöld, þetta sést ekki með berum augum, er það? Nei, þetta er alltaf döft, það var alltaf lítið til þess að sjá þetta með berum augum. Já, þrátt fyrir 30 metrar í þvermál? Já, þrátt fyrir 30 metrar þvermál, þá í raun og veru myndið ekki sátt nema bara það væri að fara að byrja að falla í gegnum lofthjúpinn. Já. Svona eins og við munum eftir í Tjeljabinsk í Rússlandi í fyrra, þá féll einmitt smástirni yfir okkur sem var álíka stórt og þetta. Aðeins minna en svona svipastórt og þannig að áhrifin ef það hefði fallið til jarðar hefði verið bara svipuð. Já. Og þar var höggbylgjan ansi öflug. Já, hún hefði vantilega orðið töluvert öflugri í þetta skipti. Þessi stjörnin er kannski 10 metrum breiðari, eitthvað svoleiðis, miklu massa meiri starflegandi. Nákvæmlega. Áhrifin getur orðið mjög slæm en þetta er samt ekki nóg stórt til þess að þetta kæmist alla leið til jarðar og ekki þar myndi að það er gíga en eitthvað slíkt. Nei, og þeir sem eru með öfluga stjörnukíkir að þeir geta mögulega, fylgst með þessu kvöldi eða? Já, þeir sem eru með ansið stóra og öfluga stjörnusjónauka, svona áhugamannsjónauka, ætti að geta séð þetta með í gegnum hann þá sæjum við svona bara lítinn daufan punkt sem er á flegi ferð í gegnum stjörnumerki sem heitir Gírafinn og heldur síðan áfram norður átt yfir himininn. Nákvæmlega. Það er eina leiðin, þannig að því miður sést þetta ekki með berum augum en kannski sem betur fer því þá var þetta óþægilega stórt. Já, nákvæmlega. Þetta mun sjást frá Íslandi og þú segir ferðast upp norður himininn. Já, það passar. Og þá svo náttúrulega bara eftir því sem fjarlægist þá dofnar þetta og hverfur síðan hægt og rólega. Já. Svo er snýr það aftur. Ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenær en hins vegar árið 2046 þá er 1/10 milljónum að það reykist á okkur. Já. Þannig það er hverjandi líkur en samt sem maður. Maður veit aldrei. Hvað með svona loftina? Geta þeir farið út af sinni sporbraut eða? Já, þegar þeir hætta sér svona nálægt plánetu, eins og jörðinni núna í kvöld, þá getur þyngdarkrafturinn á jörðinni breytt brautinni, frá eins og þegar maður húkar sér far með bíl eða eitthvað svoleiðis, það segja teikar kannski öll endur. Já. Þannig að þetta smástirni er svona teika og þá breyti brautinni, þannig að kemur svona róti á það allt saman, þannig að það þarf að endur reikna út brautina eftir þetta. Já, nákvæmlega. Kannski aukast líkurnar eða kannski minnka en það er sennilega munið að minnka. 30 metrar í þvermál, svona loftsteinn, hann myndi bara brána eða leysast upp í lofthjúpnum eða ekki? Jú, hann myndi bara vantarlega brenna upp í lofthjúpnum og myndi þarna mjög öfluga höggbylgi þegar hann springir í kællur og vantarlega svona mesta líkur að það myndi gerast yfir hafi að sjálfsögðu. En ef þetta hefði fallið alla leið til jarðar þá kæmi bara fyrir eins og gerist í myndi í Rússlandi í fyrra þegar 20 metra breytt smástirni og splundraðist og 1500 mann slösuðust þegar það fekk rúður og slíkt yfir sig. Það er nú enga líkur á því að það gerist í kvöld? Nei, það er alltaf langt í burtu til þess. Já, nákvæmlega. Hvað er svona framundan stjarnfræðilega séð? Eitthvað áhugavert? Já, það er alltaf eitthvað áhugavert að sjá himninum svo sem. Já. Það var nýtt tungl nú bara fyrir stuttu síðan, þannig að það er vaxandi núna, mjög fallegt á kvöldhimninum. Bjartasta stjarnan á kvöldhimninum sem margir hafa tekið eftir er Júpíter. Það er Júpíter, já. Alltaf mjög gaman að kíkja á hann. Er ekki Júpíter og Venus að skiptast á þessu og vera bjartast?
Jú, Venus einmitt sett núna með naumindum á morgunhimnunum. Já. Og á morgunhimnunum einmitt líka eru 2 aðrar reikistjörnur sem svona Mars, sem svona áberandi appelsinu, gulleit eða rauðleit. Og svo Saturnus líka sem svona gulleitur. Já. Þannig að það margt að sjá á morgunhimnunum eða meira heldur en á kvöldhimnunum. Akkurat. En Júpíter er skínskærast á kvöldin? Akkurat, og það rétt fyrir neðan er mjög flott merki sem margir kannast við, sem heitir Orion, sem eru frægar 3 stjörnur í belti, sem heita fjósakonunnar. Jú. Og þar fyrir neðan það er sverð Orions og í því er mjög flott stjörnumyndunarsvæði sem heitir Sverðþokan. Það er bara raun og stjörnuverksmiðja, fæðingarstæða stjarna eða stjörnurreiður eftir hvernig maður vill tala. Já. Yes. Það er ekkert annað. Hvort stjörnur myndast fæðast í 1350 ljósara fjarlægð. Já. Og áttu stjörnukíkir í það? Ég á stjörnukíkir í það. Já. Og núna reyndar vill það nú þannig til að ekki svo íkja langt frá ykkur aðeins austar er Freyðrik Pálsson, hótelhaldari á Rangá. Já, hótel Rangá. Það er svolítið alvöru kíkir eða ekki? Jú, það eru bara einn flottasta aðstæða á landinu, sko. Það er ekkert annað. Þannig hann er metnaðarfullur og það er rosalega flott og vonandi verður hægt að taka það í gagnið fyrir en síðar. Og það er hægt að sjá ýmislegt með þeim kíki? Já, hann myndi til dæmis duga og þeir báðir myndi til dæmis duga til þess að sjá þetta smástirni í kvöld. Ef viður lifði. En viður, kannski viður væri ekki hliðholt eins og ennilega. Já, á nú bara að stjóa hérna á okkur held ég. Já. En norðurljósin síðustu daga, þau eru búin að vera ansið flott. Það stafar að einhverju sólgósi vantarlega? Já, sólinn náttúrulega sendir stöðugt frá sér svona rafhlaðnar agnir sem bara sólvindur. Og svo þegar verða einhverjum svona sprengingar á sólinni þá fá alltaf svona stærri gusur yfir okkur. Það er bara herlið demba. Hefur það verið núna síðustu daga, hafa komið eitthvað svona stærri gos? Já, bæði hefur sólinn bara verið að senda stöðugt frá sér þessar agnir og svo líka urði einhver svona smávægileg og eitt reyndar stórt sólgos sem að senda yfir okkur væna gusu sem margir sáu í síðustu viku. Og listi allt upp og var mjög glæsilegi litir í norðurljósunum og það er bara besta sýningin í vetur. Já. Þetta er alltaf stöðugt í gangi og það er alltaf bara að gera að hafa augun á himnunum til að sjá. En nú hafa stjörnufræðingar til dæmis sagt að virkni sólar sé nú að detta ansi mikið niður. Já. Hvaða áhrif getur það haft? Í raun og veru ekki nein svona, alltaf til að byrja með, þannig að sólin okkar er hálfgerð breytistjarna. Það er sjá 11 ára fresti og fyrir virkni hennar úr lágmark í hámark. Og þess á milli sjást norðurljós alltaf eins og við bara upplifum. En akkurat þegar sólin er í lágmarki þá ætti útgeislunar að vera 0,1% minni meiri heldur en í hámarki. Út af sólblettunum sem fylgja sólar hámarkinu. Já. Og það er þessi sólbletti sem eru virkusvæðin á sólinni og það er þeir það sem þessar sprengingar verða sem senda til okkar norðurljós. Þannig að þegar virkni sólarinnar dýnar þá getum við kannski áttu vona því að sjá kannski ekki alveg jafn mikil norðurljós og svona hafa verið kannski undanförnum árum. En að öðru leyti ætti þetta ekki að hafa neinn sérstök áhrif og við höfum ekki hugmynd hvort að þetta myndi komið til að hafa einhver áhrif á loftslagið og það er sannlega ólíklegt. Já. Þeir voru að tala ég man nú ekki alveg hver það var en ég var að fara aðeins þetta og þá voru þeir að tala að virkni sólar væri jafn lágt núna og var þegar að litla ísöldin skall á 1600 og eitthvað. Já, það er kannski pínýgjur þá í þeim sem að tók það frá en vegna þess að núna akkurat þessum mundir eru við í hámarki og hámarki núna hefur verið óvinnu veikt og þetta er raunar veikasta hámark á virkni sólar sem hefur verið í yfir 100 ár. Já. En við erum ekki enda komin yfir í allavega svo litla virkni eins og þetta var þegar það sem kallast Monderlámarki sem er í kringum 1650 byrjaði sirka þá. En þá bara sást nánast engir sólblettir svo mánuðum og árum skiptis. Já. Og þá minnkaði útgeislu sólarinnar pínlítið. Það gæti verið að það hafi haft sitt að segja þessa litlu ísöld. Hún henni lauk í lok 19. aldar. Já. Og þá fór virkni sólar aftur aukast? Já, hún verið að fara að aukast líka áður en það gerist, sko. Þess vegna setur þetta þessar spurningar að hvort það sé sólin sem hafi svona mikil áhrif. Það er kannski erfitt að svara því. Jú. Það er fáur sem geta kannski svara því fyllilega. Já, en við þurfum bara að fylgjast með og sjá hvernig hún þróast. Algjörlega og alltaf gaman að skoða heiminn. Já, algjörlega. Sævar Helgi Bragarsson, takk kærlega fyrir spjallið og þið eru þarna með stjörnufræði.is. Akkurat. Og þar er margt fróðlegt að skoða, þar er þetta að fræðast plánetur og fleira.
Já, bara allir fróðleikur sem að fólk geti haft gaman af. Heldur betur. Þangað til næst, Sævar segi ég. Yes. Og þá þarna heyrumst við og ég ringi alltaf reglulega í þig. Já, endilega bara. Takk fyrir þetta. Takk fyrir. Takk, bless.